Góðan daginn, velkomin í DES. Við erum búin að vera í burtu en það ýmislegt búið að orsaka það. En við erum konir aftur og það margt sem þarf að taka á. Byrjum á Masters-mótinu í golfi sem lauk á sunnudaginn með því að Adam Scott var fyrsti Ástralinn til að sigra þetta mót. Það var mjög spennandi lokarhringur og það var ekkert víst hver myndi sigra fyrir hann rétt undir lokin. Það voru margir sem börðust þetta, það var meðal Angel Cabrera sem Scott sigraði í bráðabanna og síðan Brandt Snedeker og svo var Tiger Woods náttúrulega eitthvað staðar nálægt þessu líka. En hvernig upplifðir þú Masters mótið í ár, Biggi? Ég var fyrir vonbrigðum þegar það byrjaði að rigna. Mér fannst það svo að dytta þess botnin úr þessu. Já. Veit ekki, já, finnst þið það líka? Já, mér fannst það algjörlega. Þetta í fyrsta skipti sem ég horf á lokarhringinn á Masters og ég var að sofna á fyrirni. Já, ég var þetta með félaga mínum minna og við vorum með nóga byrðum, þannig að ég sofnaði ekki. Nei. En samt sem áður, minn maður, Brandt Snedeker, hann alltaf skeiti upp á bak, bara leiði og kom fyrstu droparnir. Hann tók reglífun upp áður en að byrja að rigna, sko. Já, nákvæmlega, hann var að bíða eftir öðru aukinu og annar eða ekki? Jú, það ekki gott. Ég hugsa, nei, hann ekki að höndla þetta, sko. Og en hann var ákveðinn í því að vinna hann var sett smá pressa á sig í viðtölunum á laugardaginn sem hann ekkert sleppt. Hann ekki nema 32 ára gamall, aldrei unnið þetta mót og það kom bara ljós, hann var ekki alveg með taugarnar í lagi, sko, og hann náttúrulega drullu góður í golfi og hann bjargaði sér oft þó hann væri komin í slæm mál og spilaði svo sem það var ekkert að spila vel en hann hefði ekkert að spila verð, sko, með ekkert að vera að slá og skora verð og en það var gaman að sjá umspil eða bráðabanna segir. Já. Það alltaf gaman að sjá það og ég held að Scott myndi koksa á þessu. Ég var alveg pottþéttur á því út af því að hann væri búinn að vinna þetta á 18. En þá kemur gamli sem reyndar ekki það gamall. Ég held að hann væri 60 en hann ekki nema 44 ára. Já. Og hann kemur og stiffar hann í síðasta höggi og byrjar að fagna og allt þrátt fyrir að setja eftir að púta þess honni og hann greinilega ekki með eina taugar, sko, og hann topp náungi. Hann samglæddist honum hann strax og við sáum engan Bubba grátur. Nei, guði sé lof. En þó hefum við kannski séð það á 13. á 12. þegar hann sló 10 högg. Það fekk 10. En það var gaman að þessu. Þetta ekki eftirminnilegasta Masters-mót sem ég hef séð, sko. Nei. En svo spurning með Tiger. Ég taldi hann ekki eiga neina möguleika á sigri en taktu vítin á honum og skoti í stöngina og þá hann bara í öðru sæti, sko. Já. Ég tek undir það, sko, að margt í þessu sem þú sagði, sko, sem ég þarf að fara í, sko. Þannig alltaf fyrsta lagi, þetta var ekki eftirminnilegasta Masters-mót sem ég hef horft á. Það var eitthvað svona, þetta var svona hálf dauft framan af á sunnudaginn, en svo var allt í einu eins og bara, dínamítið hafði, allt verið sett þarna á eitt stað í lokin og þetta var ótrúlega spennandi í lokin og maður eitthvað bara var svona gagntekinn að þessu og náttúrulega íþrótta mennskan hjá Cabrera í lokin. Þegar þeir eru konir á 10. í bráðabannunum og hann slag frábært högg og svo slag Scott frábært högg og hann snýr sér við og gefur hann thumbs up, skilur gott högg og svo hvernig hann faðmar hann þegar hann eftir hann búinn að tapa. Þetta svona, það allt sem gott við golfíþróttina. Já, hann algjör meistari, hvað það var. Hann var reynda búinn að vera með stæla á einhver pirringur í honum allan hringinn varðandi áhorfendur. Ég veit ekki hvort það voru að leggja hann í einelti eða hvort hann var bara með smáatriðin, sko. Ég veit það ekki. Það hefur verið latínó blóðið hefur verið að renna í honum en það er svolítið komíst við það, sko. Hann var nokkur sem var hringnum öskraði hann og Kattín hans á áhorfendur, be quiet á ensku og svo þegar það vægt ekki viðtalveðin í lok hrings þá eftir mótið þá var hann með túlk með sér þráttur að maður sagði á hann að hann talaði augljóslega fína ensku og skildi hvað sem en einhvern veginn bara vildi ekki tala ensku í viðtalinu og svo nokkrum mínútum setna var 14 ára kínversku gutti að tala ensku þannig að það er svolítið mótsögn í því. Já, sko, það er náttúrulega þetta sér fyrirbæri hann er búinn að vera 14 ára á túrnum. Já, búinn að ferðast allan heiminn í 15-20 ár. Talar ekki
hann talar alveg ensku en hún ekki góð, það þú veist, hann talar bara spænsku, þú veist, heima á sér og alls staðar og hann ekkert að reyna að læra ensku, hann bara ábyggilega kann ekkert svona grundvallar ensku í stóri efastöðum það og sem með ólíkindum. Það með ólíkindum. Túrnum og síðast þegar hann vann Masters, þá var hann með túlk og hann sagði ekki orð allan tíman, sem sagt, viðtalið Butler-kapinn, það rétt. Hann skildi, þú veist, svona congratulations og allt það, ég ætla rétt að vona það líka, hann skilji það. En það var eins og ég sagði, þú veist, þetta var allt það sem jákvætt og gott og frábært við golfíþróttina, en svo náttúrulega á föstudeginu fengum við og byrjun laugardags fengum náttúrulega allt það sem svona að golfi og það þetta reglurugl allt saman. Ég með mjög einfalda útskýringu á því sem gerist og ég verð að fá að koma inn á framfæri. Það sem gerist náttúrulega að Tiger sló í stöngina og þetta náttúrulega, þetta vasstoffara þessi tjörn, þannig að þeir sem að spila golf þekkja hún merkt með gulri línu eða gulum hælum og það er ákveðnir möguleikar í boði þegar þú slærið út í svoleiðis hindrun og það sem hann gerir bara í hita leiksins af því hann náttúrulega óendanlega pirraður eftir því sem gerist. Hann slær í stöngina og náttúrulega í staðinn fyrir að fá líklega fugl þá hann að fara að horfa á bóki í bestafalli. Það sem gerist þetta, hann einfaldlega gleymir sér. Hann hugsar, því þetta náttúrulega bara eðlilegt að þegar þú ert í svona þessu stöðu þú megir fara beint aftur. En í þessu tilfelli þá náttúrulega fór boltinn ofan í undir öðru vinkli sem var náttúrulega því hann skaust á stönginu. Þannig að hann hefði þá þurft að droppa miklu meira til vinstri ef hann ætlaði að nota sér þennan möguleika sem hann hélt hann væri að nota sér. Þannig að hann einfaldlega gleymir sér og tekur þarna rangt drop og svo kvittar hann undir kortið og skilaði inn og það ekki fræðilegu möguleiki að Tiger Woods þekki þessa reglu ekki, hann einfaldlega gleymir sér þarna bara í hita leiksins eins og þú veist margir hafa gert þegar þeir að spila golf og svona afræksmenn og ýmislegt. Þannig að hann hefði að mínum að það fá frá þessum og það sem þeir gera náttúrulega, þeir halda honum inn í mótinu bara þarna einhverju tæknilegu atriði, þetta í reglunum, þetta í þessari decision 33-7 4,5 en þú veist í móti hjá Jóni Jónssoni, þú veist, þá þetta frávísun og það leiðinlegt að þetta skulle hafa farið eins út að fór en enga síður, ég segja bara sem betur fyrir vann hann ekki mótið. Það hefði náttúrulega verið fiaskó út í eitt, sko. Ef þetta hefði verið meistaramóti NK og þú hefði gert þetta verið frávísun. Þetta hefði verið frávísun, all day. Því ég er ekki með myndavél á mér allan hringinn. Ertu viss það? Ég held að myndi halda þér inni fyrir sjónvarpið. Það fyrir sjónvarpið. Það er stórt nafn. Ég er búin að gera risasamning við Nesklubben. Ég meina, þú ert í topp 3 alltaf, þannig að... Já, það bara þannig. Það gengur ekkert... Þeir hugsa það sama þarna í Masters. Þeir eru bara, shit, Tiger það nennir enginn að horfa á, sko, reytingið droppar helming ef að Tiger ekki með. Það rétt. Ég sá tölfræði í síðustu viku. Það 47% sem reytingið droppar þegar Tiger ekki með. Já. Og það massíft ef þú ert CBS eða NBC eða whoever bara var það auglýsingasölu og ýmislegt sko. Já, og það stórkostlegt sjokk fyrir golfíþróttina bara yfir höfuð sko að vita til þess að þetta gerist vegna þess að þetta engin önnur íþrótt Tyson í boxi kannski, þú veist, en það var ekki í svona langan tíma. Nei. Þannig að Þetta var svartu blettur á mótinu en frábært að Adam Scott skulle að sigra, hann komin í 3. sæti á heimslistanum og vonandi að hann bæti við fleiri riðsætitillum bara ef ekki á þessu ári, bara á komandi árum. En förum yfir í málana í NBA. Það munu vera meiðsli hjá Kobe Bryant, besta sóknarmanni allra tíma eins og þú hefur kallað hann hér í þættinum. Já. Hvaða afleiðingar mun þetta hafa fyrir NBA-deildina og Los Angeles Lakers í raun og veru? Sko, ég heyri það að Hausenam hefði farið alveg í sundur. Já. Sem að ég þekki ágætlega sjálfur, sko. Og ég var frá lengur heldur en þeir eru að segja að hann verið frá í 69 mánuði. Hann náttúrulega með tölvöld betri lækna en ég og fer í gera viðeigandi ráðstafanir sem ég gerði náttúrulega ekki, sko. En enga síður þá þetta eru þannig meiðsli, þú getur verið óheppinn heppinn hvar hún slitnar og svo framvegis og það ekkert vitað hvernig hann mun svara þessu í endurkominni og en ég veit ekki hvort að hann þurfa að afskrifa næsta season. Ég hef heyrt að þessi tala það sko, hann þurfa að afskrifa næsta season líka og
þannig að þá væri það þegar hann var hvað 35 ára þegar hann væri sínu síðasta sísoni, en þá fær hann alltaf eitt sísoni kvíld og allt það, og hann hefur ekkert litið betur út heldur en hann er að gera núna síðustu sko, 3-4 ár. Þannig að maður veit aldrei, hann er það mikill keppnismaður að ég hef alveg trú á honum eftir 2 ára ennþá, en Lakers, ég veit ekki hvað þeir gerir í þessu, þannig að ef hann spilar ekkert á næsta ári þá náttúrulega geta alveg eins bara látið hann fara sko. Ég veit ekki, en Lakers eru búnir á meðan hann er úti, það er alveg á hreinu sko. Þeir geta bara gefið leikina sko, þó að þeir hafi nú unnið síðasta leik með hann, eða án hans. Já, nákvæmlega, en ég tek undir þetta sko, náttúrulega fyrstu áhrifin eða fyrstu afleiðingar þessara meiðsla er náttúrulega svo að Lakers eru done í ár. Já. Þetta season sem átti að vera eitthvað merkilegt skilurðu með því að fá Steve Nash, með því að fá Dwight Howard, það er bara búið að snúast upp í andstöðu sínu, þetta er bara martröð og það er ekkert flóknara skilurðu ráku þjálfarana eftir minni en 10 leiki og þetta er bara búið að vera eitt risastórt klúður og náttúrulega þessi meiðsli náttúrulega bara innsigla þetta mikla klúður season sem að Lakers eru búin að eiga. Ofan á það, ég hef náttúrulega kannast hvernig þetta var hjá þér með hásennuna og ég get ekki séð að hann spili, menn eru búin að vera að tala um bestu möguleikar, kringum All-Star breakið á næsta ári. Þó að það gerist, er þess virði fyrir Lakers franchise eða haldunum? Þurfa þeir ekki að fara bara í allsherjar endur, bara uppstokkun á öllu, og það er verið að tala um að láta Dwight Howard fara líka. Já, hann líður illa í LA eins og mér líka sko, en ég veit ekki, sko Lakers, það má samt ekki gleyma einu, og það er algjörlega frálegt að fara að kenna þessum þjálfara vandræðum ófærið þeirra og það er ekkert að kenna því að Kobe Bryant hafi meiðst vegna þess að þeir voru að slefa sko, þeir eru búin eitt leik síðan hann meiddist og unnu hann, og ef þeir tapa næsta leik, það gætu þeir dottið út úr úrslitakeppninni, og bursið frá því með eða án Kobe, þá er þeir að spila við Oklahoma City og það er 4-1 sería, það er bara hann. Ef þeir vinna leik. Já, ef þeir vinna leik sko, það er þannig að það verður bara létt hjá Oklahoma, þó að ég sjá þó nú ekki alveg, þeir eru ekki að spila sinn sterkasta bolta núna, en þá er bara geðamurinn það mikill að það hefur verið gaman að sjá samt ef að Lakers eða farið úrslitakeppnina að sjá Kobe og reyna að kreista úr þessu, en þetta verður bara sem sagt Davíð og Goliat núna sko. Já, vann Davíð og Goliat, þannig að ég veit ekki. Já, klárum þessa umræðu á spá. Verður Kobe Bryant samningsbundinn Lakers í fyrsta leik regular season á næsta tímabili? Já. Ég ætla að segja já líka. Ég held að þeir get ekki gert honum það. En hverju verður NBA-meistarar? Þú að taka það líka? Já. Herru, ég vil það. Þú veist að ég er ekki að fara að beygja út af því sem ég er búin að spá síðan. Það er ekkert það bend, það er ekkert sem februar, ég er að fara að spá því að Miami Heat verði NBA-meistarar. Já, það er komið meira í ána ef eitthvað sko. Ég veit ekki hvað, það er að flæða upp fyrir sko. Oklahoma er eitthvað aðeins að hyggst á, Spurs er með allt niður í sig núna. Það er Parker er meiddur, Ginobili er meiddur, Ginobili og svo rákuðu Steven Jackson ráku hann sko fyrir að vera með eitthvað læti og vesen, eitthvað drama í búningskláðum sko, en eins og vorum að segja, Popovich, hann er, þetta er svipað þegar United rak jafnstam, reyndar er Steven Jackson ekki jafnstam sko, en segjum hans í Roy Keane, hann var með eitthvað vesen í klefanum og eitthvað svona, þá sagði bara Popovich hann, herru, þú verður að fara, bara tattu dótið þitt og drullar út. Við erum á úrslitakeppnina og það er huge hit fyrir Spurs að missa hann, en þetta var víst komið á það stig að það var ekki viðunandi lengur. Nei. En Spurs eru búin að sæna legend í dag. Þeir sænuðu Tracy McGrady og það er í dag? Þeir sænuðu Tracy McGrady í dag. Já, ok. Og
Ég var einmitt að double-checka bara núna og hérna, það alveg á hreinu að hann fær einhverja mínútur fyrst þeir eru að sæna, þú veist. Já. Þannig að hérna, en hans fyrir náttúrulega búin að vera eitt stór brandari. Svona síðan að fóra hallundan fæti, þannig að það verður gaman að sjá hvort hann geta haft einhver áhrif á þetta Spursi og hjálpaði með eitthvað í baráttunum vestur titilinn. Já, hann hefur hæfileikann til þess að spurning hvort hann hafi hausinn í það eða líkamann, sko. Nákvæmlega. En hérna, ef við ekki að klára þetta á meistaradeildinni, það svona rauði þráðurinn í þessum þáttum eða ekki, að taka meistaradeildina fyrir? Ótrúlega meistaradeildina. Þetta búið að vera mögnuð meistaradeild og sitja eftir 2 spænsklið og 2 þýsklið í undanúrslitunum og það fer að koma í ljós hverjir munu hampa titlinum á Wembley í maí. Bayern gátu ekki verið óhafnari með sinn þráttur að hafa verið yfirburðalið allan vetur í öllum keppnum. Þeir voru að vinna Wolfsburg á hann 6-1 í undanúrslitum í bikarnum. Já, fór hann 6, ég hætti að horfa þeir var 3-1. Já, Gómez setti þrennu í lokin á síðust tímindunum að Gómez að varma. Þetta var reyndar ekki 6-1 var ekki sanngjarnt en þeir eru bara að slátra þýskudeildinni og búin að fara létt með meistaradeildina hinga til svona þægilega bara í gegnum þetta og svo lendaði á móti Barcelona og Dortmund á móti Real sem að gat ekki verið betra fyrir þá. Reyndar spilaðir skal ég segja heimaleikinn fyrst. Já, sem eiginlega verra fyrir þá en annars hefur ekki getið verið hefnari. Nei. Með drátt sko, vegna þess að það eru unnu Real og gerðu jafntefli á fyrir vetur og það eitthvað í loftinu í Dortmund í klukktum fjalla það sem ég sé það eitthvað djöfullin í gangi sko. Þeir voru búin að tapa sem leika mútið Malaga. Já. Alveg, þetta var bara búið, ég var horfónuleik í sjónvarpinu og ég var aldrei séð jafn hræðilega vörn á ævi minni undir þýðingarmiklum aðstæðum eins og hjá Malaga síðustu 3 mínútunum. Þetta var svona meant to be, það bara þannig. Þetta var með ólíkindum klaufalegt hjá bæði Dortmund að lenda undir og svo hjá Malaga að klúðra þessi lokin. Þannig að þeir hefðu getað fengið á sig 1 mark á síðustu 240 sekúndunum en þeir klúðruðu 270. En þeir fengið á sig 2 sem náttúrulega bara með ólíkindum og það eru menn hann sem að, ég man ekki hver það var, nú ekki Demichelis, það var eitthvað sem að átti upptökin að þessu með því að misreikna svifbolta inn í teig sko alveg 4 hauslengdir fór allt og snemma í boltan. Þetta eru svona barnamistök sem að ég bara ekki sé lengi og þetta verður til þess að þeir fá byrjandi báðavengi og ná að knýja fram sigur og ég held að Real Madrid vinni á en ég veit ekki hvað fótboltaguðirnir hafa það að segja það er eitthvað skrítið í gangi hana sko og svo þegar ég fyrir að hugsa Bayern Barcelona að þá hljóta menn að vera sammála það að þegar Barcelona sitt í gírinn á Nou Camp sem þeir eiga seinnileikinn þó þau kannski tapir 2-0 3-1 í München sem að gæti vel gerst þá það bara show is on þeir geta sett 4-5 mörk léttilega sko. Já, þú heldur það, sko, ég sé þetta nefnilega allt öðruvísi, sko, ég vil nefnilega sjá Real Madrid, fara í úrslitaleikin, vegna þess að ég held að sé eitthvað, það eitthvað meðan það að Mourinho sé að fara að vinna meistaradeildina með 3. félaginu í 3. skipti, ég held að það sé að fara að gerast í ár, þannig að ég er kannski búin að segja það, ég held að Madrid vinni. Okay. En, sko, ég held að Bayern München Barcelona sé ekki done deal og ég myndi jafnvel segja að Bayern séu favorites fyrir þann leik fyrir þessa viðreign vegna þess að Barcelona eru búin að sýna á þessu tímabili smá svona að þeir séu beatable og þeir eru búin að eiga leiki þar sem þeir eru búin að vera hreint útsagt lélegir og ef að Bayern bara spila sinn leik og ég held að Bayern sé ekki að fara að hræðast Barcelona
neitt sko. Vegna þess að þeir eru ekkit hérna, veist, skarraðir af einhverjum fyrri viðregnum milli hérna sín og Barcelona, þannig að ég held að Bayern eru bara favorites á móti Barcelona og þó að sé fáránlegt að segja það á móti Barcelona sem mjög líklega besta félagsliða allra tíma, en hérna ég bara sé ekki, ég held að þetta verði Real Madrid Bayern úrslitaleikur og ég held að Bayern tapa annað árið í röð. Ég skil þetta sjónarmið fullkomlega vegna þess að ég get alveg skilið það sem þetta kom frá, vegna þess að ég held að Real Madrid geti léttilega búið til fullt af færum á móti Dortmund. Já. En svo bara spurning hvort þeir nýti þau og svo geta Dortmund verið djöfull eitraðir aftur á móti. Já. En eins og ég segi, ég held að Real vinni, ég held að það komist áfram. Nákvæmlega. Þeir hafa ekki ennþá unnið það í vetur og þeir munu vinna annarkot þess að leika, þannig að það er spurning hvort að það verði nóg. En skal ég segja með Bayern, þá ég horfði nú á Juventus-leikinn þarna á útivelli, þeir voru hræddir sko, það er eitthvað stress í þeim varðandi meistaraleikina, þeir eru orðnir meistarar heima. Já. Þeir verða að spila bikarúrslitaleikinn rétt fyrir úrslitaleikinn í meistaraleikinn eða fara þangað. Já. Og þeir eru, það eina sem Bayern mun hérna hugsa núna er meistaraleikinn. Þannig að þeir eru smá stressaðir. Það er allir leikir úrslitaleikir fyrir það núna og þeir voru þó þeir hafa unni Juventus 2-0 á útivelli, þá þeim leiði ekkert alltaf vel í þessum leik. Þeir voru ekkert að spila alltaf vel en Barcelona á ekki eftir að vera í góðum málum í München, það er á hreinu og það er fyrstileikur. Svo er bara, þetta verður bara hörku viðureign og Já, hygglust, ég meina það er fáránlegt að fara að spá einhverju fyrir þetta núna, en það er eins og ég segi, ég held bara að Bayern séu alveg jafn sigurstranglegir og Barcelona er ekki sigurstranglegri. Ég held það líka, sko, ef við geta að ná að anda rólega, þá geta þeir verið, að því að þeir eru svolítið stressaðir, sko, og Nákvæmlega. Ég er alveg samfærður það, ef þeir ná að róa sig niður, þá geta þeir valta yfir Barcelona, eða ekki valta yfir, þeir geta allavega, þeir geta átmösklaða og þeir eru alveg standa upp í hárinu. Það er alveg hrein. En svo við klárum meistaradeildarumræðina og klárum þáttinn í dag, langar að koma inn á það eru 2 þýsklið og 2 spænskið. Það náttúrulega ekkert enslið og það náttúrulega var tímabil fyrir svona 3 til 7 árum síðan þegar ensku liðin dominated og náttúrulega munum eftir Manchester United Chelsea úrslitaleiknum í Moskvu árið. Og þetta segir kannski svolítið mikið eins og við höfum talað áður í þættinum það hvað toppliðin í Englandi eru ekki lengur. Get ekki lengur talist topplið í Evrópu, ég meina þú sérð hvaða lið að fara inn í undanúrslitin, ég meina þú veist þarna voru að það eru 2 spænsklið og 2 þýsklið, ég meina það hefði getið verið 3 spænsklið með Malaga. Já. Og ég meina, þú lítum tilbaka, þá voru Manchester City neðstir í sínu riðil sem var með bæði Dortmund og Real Madrid, þannig að þetta er svolítið svona, gæti verið svona smá kaflaskipti í sögu meistaradeildarinnar að kannski eru aðra deildir en England að taka yfir og þetta er svolítið gaman að sjá hvernig viðbröðin verði hjá ensku liðunum á næsta ári í meistaradeildinni. Já, það er spurning hvort að enska deildin sé bara að verða eftir á svona tæknilega séð, sko. Nákvæmlega. Það hefur verið mikið í umræðinni að flestir leikmennir í Þýskalandi eru Þjóðverjar. Flestir leikmennir í spænsku deildinni eru Spánverjar. En í Englandi ertu með svo mikla blöndun að það er núna verið að velta fram spurningunni að þessi þeir eru að tengja, englendingarnir eru svo vitlausir, þeir tengja alltaf náttúrulega við landsliði, sko. Segja að við þurfum að hafa með fleiri englendinga í bestu liðunum okkar til þess að landsliðinu gangi betur og svo framvegis. Nei, það er með fleiri góða leikmenn, punktur. Nákvæmlega. En þannig að það er gaman að sjá hvað gerist með ensku liðinu á næsta ári. Þannig að þau þurfa að stíga næsta skref og endurheimta þessa deild sem var raun og veru orðin þeirra. Ég meina, það voru 3 ensk lið í undanúrslitum eitt árið, Liverpool, Chelsea og Manchester United. Það pældi því. Liverpool voru bara dominating force í meistaradeildinni ára skeið, sko. Það er spurning þá hvort að meistaradeildin sé ekki aðeins búið að gjaldfella hana, sko. Það er reyndar. Þá getur við sagt bara að þetta er bara tilviljun. Tilviljun að það sé 2 spænskið og þetta er náttúrulega bara bikarkeppni. Já, það er rétt, þeir eru á botnin kvöld eftir riðlakeppnina. Já, þegar þú setur allt á botnin, ég meina Malaga er ekki með betra lið en Manchester United. Nei, við erum ekki að segja það, en það er samt gaman að sjá hvernig þróunin er.
já, og það, ef að Malaga aftur í undanúrslitum á næsta ári, nei, í áttalúrslitum og United ekki, þá getur þú kannski sagt, ok. En heyrðu, það ekki þannig. Þetta bara gott comeback hjá okkur. Það búið að vera leiðinlegt að geta ekki farið við málin. Já, það búið að vera gríðarlega þurrkar hér í íþróttamálum. Ég er ekki mikið á leiki en það er alltaf að fara í gang núna. Við tókum við smá fyrir úrslitakeppninar. Það er rétt úrslitakeppni í NBA, undanúrslit í meistaradeildinni, lokakaflinn í baráttunum meistaradeildarsæti í hinum þessum deildum þó að deildirnar séu löngu búnar. Heyrðu. Móti handbolta líka. Það er rétt, við þurfum að taka það eftir maður. Stjarnan og Afturelding og K.A. keppa. Já, við kryfjum það til merkir. Það byrjaði að finna út hverju spila fyrir þessi félag til að byrja með. Heyrðu, þökkum fyrir í þessari viku. Sjáumst á vikuleiðinni. Yes.